Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 22. janúar er 3. sunnudagur eftir 13. Þema dagsins er frelsari þjóðanna, hjálpráð heimsins, Jesús gefur trú. Í lektíunni segir Guð frá sáttmálanum sem hann muni gera við sitt fólk. Í pistlunum úr Hebreabréfinu stendur: ógerlegt er að þóknast Guði án trúar, því að sá sem vill nálgast Guð verður að trúa því að hann sé til. Og í Guðspjallinu biðja apostolarnir Jesú að auka trú þeirra. Textarnir eru áminning hversu mikilvægt sé fyrir okkur að velja að hafa Guð í lífi okkar. Ég mun lesa þá og tala út frá hverjum og einu þeirra, en við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Lektían kemur frá spámanninum Hósea og hljóðar svo: á þeim degi geri ég sáttmála fyrir Ísraelsmenn við dýr merkurinnar og fugla himins og skriðdýr jarðarinnar, og eyði boga, sverði og stríði úr landinu og læt þá búa óhulta. Ég leysi þig mér alla framtíð, ég festi þig mér í réttlæti, réttvísi, kærleika og miskunnsemi, ég festi þig mér í tryggð og þú munt þekkja Drottinn. Á þeim degi mun ég bænheyra, segir Drottinn, ég mun bænheyra himininn og hann mun bænheyra jörðina, og jörðin mun bænheyra kornið, vínið og olíuna. Og þau munu bænheyra Jesjaril, það er Ísrael, og mín vegna mun ég sá henni í landið. Ég mun sýna miskunnar vana miskun og segja við ekki líð minn, þú ert líður minn, og hann mun segja, þú ert minn Guð. Biblíuleg merking spámans er sá sem talar fyrir Guð. Hvort spámaðurinn er talinn meiri eða minni fer eftir lengd bókanna. Hósea var einn hinna minni spámanna, en boðskapur allra spámanna Guðs var hins sami. Fólkið hafði fjarlægst Guð sem kallaði það tilbaka. Tímabil spámannanna hófst á tímum Samúels 1100 fyrir Krist, en þá hafði prestastjórn brugðist. Fram til þessa hafði Guð verið konungur lýðsins, en þegar Samúel var orðinn aldraður þá kröfðust öldungarnir þess að Samúel myndi smyrja jarðneskan konung til að stýra lýðnum. Og Samúel smurði Sál. Ég hvet ykkur til að fletta þessu upp í fyrir Samúelsbók og lesa þetta. Ef orð spámannanna voru boðskapur frá Guði, þá hófu þeir mál sitt á svo segir Drottinn eða orð Drottins kom til mín. Þeir fluttu fólkinu varnaðarorð, hvað myndi gerast ef þeir óhlýðnuðust Guði, eða sögðu hvaða blessanir þeir myndu hljóta við hlýðni. En einnig fluttu þeir spádóma framtíðina. Hósea sem starfaði 750 fyrir Krist beindi spjótum sínum að hjáguðadýrkun þjóðarinnar. Hann varaði við að dýrkun falsguða væri sviksemi við Drottinn. Textinn í dag er framtíðarspá. Upphafsorðin eru á þeim degi. Þegar allt breytist í heiminum og allt líf verður óhult og óttalaust, því að dýr jarðarinnar hætta að lifa á hvort öðru og engin stríð verða. Þá hefur Guð fest okkur í réttlæti, réttvísi, kærleika, miskunnsemi og tryggð alla framtíð. Og athugið að Guð hefur þá fest okkur. Það er ekki staða sem við dettum inn eða út úr. Við verðum örugg í faðmi Guðs og við vitum hvaða dagur þetta er, því það er bara einn dagur sem kemur til greina, dagur Drottins. Á þeim degi, skrifar Hósea, á þeim degi þegar öll náttúran verður í fullkomnu jafnvægi,
því að þá mun Guð bænheyra hana. Þennan dag mun Guð segja við alla þá sem trúa, þar að segja bæði þá sem eru skilgreindir í Gamla testamentinu sem Ísrael og þá sem að Guð taldi áður ekki vera lýðsinn, en nú trúa á soninn. Við þá mun Guð segja, þú ert lýður minn. Og hinir trúfastu svara, þú ert minn Guð. Á þessum degi mun allt velta á trúnni. Hinir trúfastu eru tryggir Guði og Guð er tryggur þeim. Guð er hjálpráð heimsins. Í pistlunum úr Hebreabréfinu segir, trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir trú hlutu mennirnir fyrir á tíðum velþóknun Guðs. Fyrir trú skiljum við að Guð skapaði heimana með orði sínu og að hið sýnilega varð til af hinu ósýnilega. Ógerlegt er að þóknast Guði án þess að trúa, því að sá sem vill nálgast Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er leita til hans. Það er erfitt að skilgreina hugtakið trú betur en það er gert hér. Trúin er fullvissa það sem menn vona. Því að við notum hugtakið trú þegar sönnun liggur ekki fyrir. Tómas efaðist upprisu Jesú, en þegar Jesús sýndi honum naglaförið, sagði Jesús við hann, þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð, en trúa þó. Fyrir Tómasi varð trúin að fullvissu, en fyrir okkur hin er hún fullvissa það sem við vonum. Í fyrirbæn sinni til Guðs bað Jesús fyrir okkur öllum. Hann sagði, ég bið ekki einungis fyrir þessum, þar að segja apostulunum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Í 2 aldir hafa góðu fréttirnar frelsun fyrir náð Guðs verið bornar fram af fólki sem átti einlæga trú í hjarta sínu að Guð væri skapari alls og að Jesús sonur hans hafi stigið niður til jarðar til að gera nýjan sáttmála við mennina. Fyrir trú hafa menn aukið skilning sinn, fengið styrk, komist í gegnum erfileika og uppskorið blessanir. Höfundur Hebreabréfsins skrifar að það sé ógerlegt að þóknast Guði án trúar. Því sá sem vilji nálgast Guð verði að trúa því að hann sé til og að Guð blessi þá fyrir trú sína. Trú okkar takmarkast ekki við veraldlega væntingar heldur nær hún yfir hið ómögulega og guðdómlega, því að trúin byrjar þar sem að hið mögulega endar. Heimspekin vill telja okkur trúum að við þurfum að sjá til að trúa. En Jesús sagði, ef þú trúir, munt þú sjá dýrð Guðs. Trúin er viðurkenning okkar á vegsemd Guðs og lýsir trausti okkar til hans. Ef þið trúið munið þið öðlast allt sem þið biðjið, sagði Jesús. En hann er frelsari þjóðanna. Í Guðspjalli dagsins sögðu postularnir við drottinn, aukast trú. En drottinn sagði, ef þið hefðu trú eins og mustardskorn, gætu þið sagt við mórberjatré þetta, ríf þig upp með rótum og fest rætur í sjónum, og það myndi hlýða ykkur. Hafi einhver ykkar þjón, er plægir eða hirðir fénað, segir hann þá við hann þegar hann kemur heim af akri, kom þegar og set þig til borðs. Segir hann ekki fremur við hann, búð þú mér kvöldverð, tak þig til og þjóna mér meðan ég et og drekk, síðan getur þú etið og drukkið. Og er hann þakklátur þjónu sínum fyrir að gera það sem boðið var? Eins skulu þér segja, þá þið hafi gert allt sem ykkur var boðið. Ónýtir þjónar erum við. Við höfum gert það eitt
sem okkur bar að gera. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Aukast trú báðu postularnir og svar Jesú gefur til kynna að trúin sé ekki metin eftir magni, samanber mustalskornið örlítið fræ, heldur eftir gæðum. Því það ekki spurning að öðlast meiri trú, heldur að nýta þá trú sem við höfum. Og ég viss að við stöndum mörg í þeim sporum að efast að við sjálf höfum nógu mikla trú. Við erum okkar hörðustu dómarar, eigum til að efast ágæti okkar og þá einni hvernig við stöndum okkur gagnvart Guði. Í Guðspjöllum Mattheusar og Markusar notar Jesús fjall í staðinn fyrir mórbærjatréð í svipaðri sögu, en í öllum frásögnunum á að gera hið ómögulega. Það að segja, flytja rótfast tré eða fjall út í sjó. Dæmisögur og myndlíkingar Jesú báru alltaf boðskap. Jesús líkti sér við tré, við vínvið. Hinir trúfastu eru greinarnar sem vaxa á trénu og Jesús lífsins vatn og við erum salt jarðar og sjórinn salt vatn. Mórbærjatréð gæti táknað vantrúaða. Við munum það að Sakkaus klifraði upp í mórbærjatré áður en hann tók við Jesú. Að rífa upp tré með rótum til að láta það festa sig aftur í söltu vatni gæti merkt breytingu á samsetningu á þjóð Guðs. Hinar upphaflegu kenningar og hinar rótföstu þjóð Guðs, Ísrael, átti að rífa upp með rótum vegna nýs sáttmála Guðs við menn. Og Jesús talar hlýðni. Fyrir trú á við mustaskorn myndi mórbærjatréð hlýða, flytja sig og festast í sjónum. Hvílíkt vald felst í trúnni, en áttum okkur á því að þetta vald falið í orði Guðs. Ef við trúum því að við getum átt þátt í að frelsa annan mann, þar að segja að rífa hann upp með rótum og planta honum í nærandi orði Guðs, þá getum við það. Ef við sáum fræinu og hlúum að því, þá sér Guð að vökva. En það sú þjónusta sem gleður Guð mest. Í framhaldi af sögunni tréð segir Jesús sögu húsbónda og þjón. Sagan ekki það hvort húsbóndinn þrælaði þjónunum fyrst út á akrinum og síðan innan hús eða hvort hann væri þakklátur fyrir þjónustuna. Heldur sagan það hvort við gerum aðeins það sem ætlast til af okkur og ekki handtak fram yfir það. Eða hvort okkur hafi hugkvæmst að útvíkka þjónustuna við Herra okkar og Drottinn Guð. Hugmynd heimsins að velgengni að drottna yfir öðrum, fá að stjórna og ráða, en Jesús segir, hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Þjónustan leiðin til mikilleika. Þema dagsins frelsari þjóðanna, hjálpráð heimsins, Jesús gefur trú. Framtíðarspá Hósea gefur kristnum hina miklu von, því að við erum í þeim hópi sem að Guð taldi áður ekki vera sinn líð. Og það Jesús sem gefur okkur trúna og í myndlíkingu Jesú í Guðspjallinu hægt að túlka það þannig að hann hafi rifið okkur upp með rótum og plantað okkur í garði Guðs. Þar sem Guð hefur fest okkur í réttlæti, réttvísi, kærleika, miskunnsemi og tryggð alla framtíð. Það mikilvægur boðskapur að allar sálir séu jafn verðmætar. Guð kallar alla til sín og Jesús kallar okkur til að vera kraftmiklir þjónar. Munum að trúin ekki metin eftir magni heldur eftir gæðum. Vanmetum ekki kraft trúar okkar. Nýtum vel
þá trú sem við höfum til allra góðra verka. Hinir trúföstu eru tryggir Guði og Guð er tryggur þeim. Guð er hjálpráð heimsins og Jesús frelsari þjóðanna. Hann sagði, ef þú trúir, munt þú sjá dýrð Guðs. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.